Vigdís Hauksdóttir, hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, er næst á mælendaskrá. Tekur nú til máls. Virðulegi forseti. Ég vil deila hér með þingmönnum þeirri upplifun sem átti sér stað hér í morgun og þeirri atburðarás sem var sett á stað. Ég sit í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og fékk fundarboð að væri sameiginlegur fundur með fjárlaganefnd hér í hádeginu og umfjöllunarefnið ætti að vera kastljósþáttur hv. þingmanns Björns Vals Gíslasonar frá í gær. Þar sem að ég sat á fund á þessum tíma og sá ekki þennan kastljósþátt, þá mætti ég til fundarins og vissi raunverulega ekki hvað var á dagskrá. Svo ber undir að meira að segja hafði fjölmiðlun verið boðið á fundinn og raunverulega vissi enginn hver það var sem stóð að þeirri beiðni nema það að fundarsalurinn var fullur af fjölmiðlum. Það sem gerist síðast, frú forseti, sem öllu alvarlegra, að það kemur í ljós að formaður fjárlaganefndar, hv. þingmaður Björn Valur Gíslason, var sá eini á fundinum sem hafði drög að skýrslu Ríkisendurskoðunar undir höndum. Við hinir þingmennirnir, 12 eða 15, tvær sameiginlegar nefndir, höfðum engin gögn í höndunum. Og það sem er nú allra verst í þessu, frú forseti, og er ekki til þess að auka virðingu þingsins, það er það að á fundinum kom í ljós að þessi drög eru þýði. Því þessi drög og það sem stendur að þessari skýrslu var raunverulega stolið frá Ríkisendurskoðun og þar kemur þrennt til. Það er forstöðumaður fjármálaskrifstofu fjármálaráðuneytisins sem var búið að afhenda þessa skýrslu, þannig að hann liggur ekki undir grun, og svo er það núverandi og fyrrverandi starfsmenn Ríkisendurskoðunar sem hafa komið þessu í hendur fjölmiðla. Þetta er grafalvarlegur hlutur að formaður fjárlaganefndar þingsins skuli vera með þessa skýrslu undir höndum, sérstaklega í ljósi þess að, eins og ég kom inn á áðan, þetta er þýfi og hefur nú þegar verið kært til lögreglu. Við ætluðum að auka virðingu þingsins, var það ekki?